fílar, en af því að þetta nú alveg kór, þá gerum við eins og professional kórar gera. Við tökum 3 mínútna uppbytun. Meðan við erum að bíða líka eftir að græjurnar komi allar í lag og við skulum þeir sem treysta sér til standa á fætur og þeir eru að koma inn svolítið í gang. Skulum aðeins byrja bara og gera en ég með upptöku í gangi þannig að það getur verið að hún fari bara strax um leið og verið búin. Ok, þannig að við bara því miður við bara byrjum. Komumst í loftið fyrir að síðan. Svo komumst í loftið fyrir að síðan. Takk fyrir. Ok, þá tala ég bæði við ykkur og þau sem verða einhvern tímann í loftinu. Verðið hjartalega velkomin að syngja saman í Hannesholt í dag og við erum ekstra glöða því að í dag eru 12 ár síðan Hannesholt opnaði formlega. Það er svolítið kjánalegt að segja það því það eru 16 ár síðan Hannesholt stofnað. Fyrsti starfsmaður var ráðinn sem var hérna í 15 mánuði en formlega var Hannesholt í 8. desember 2013. Hérna og svo er annað afmæli líka, er það ekki? Já. Það er sem sagt 12 ár, er það ekki? Nei, meira. Síðan 47. Já, 47 ár. Síðan fyrsti kossinn var milli þessara tveggja.
þetta allavega skipti, ég veit það ekki. Og Syngju saman hefur haldið síðan vorið 2013. Við erum búin að vera með Þórhall í þjálfunarbúðum og þetta er fyrsta sinn sem hann fær að stjórna. Og við bara verðið að afsaka það ef að eitthvað en þetta er alls sem það þú mátt bara stýra þessu. Já, bara heil og sæl og gaman að sjá ykkur, svona besta fólkið úr Hvassaleiðinu og besta söngfólkið og vinir og vandamenn og ættingjar og æðir. Þetta er alveg gengi sem er mætt og nú getur ekkert líka. En eins og fram hefur komið hefur þetta verið í nokkur ár þessi skemmtu syngju saman sem er svona hugsunin er að koma saman og fá útrás fyrir söng og syngja vel en ekki síður kröftulega og hátt og það var svona í okkar uppeldi og margra í ættinni þá var notað hvert tækifæri til að syngja þegar saman var komið og sem það var fermingarveisla, skírnarafmæli eða skírn eða hvað eina og ekki síst á gamlárskvöld þá var mjög skemmtilega hefð þarna í Hvassaleiðinu, þá var farið úr hús í hús og sungið og oft á tíðum var fullt hús en engin húsráðandi og hann var í einhverju öðru húsi og svona gett eitthvað og sungið náttúrulega á Brauninni sem var þarna sem Kringlan er núna og það var, eins og ég segi, það var notað hvert tækifæri til að syngja og ég man að Bubba frænka sem er hún sagði einhvern tímann að hennar hljómsveit var sungið þegar þau voru lítil í aftursætinu bílnum alla Hvalfjörðinn, Ingan Húli og allir skátasöngandi þekkni mörgu sinnum. Þannig að þetta er svona kannski að viðhalda þeirri hefð. Það er kannski svona aðeins minnka, ég veit það ekki, í seinni tíð að fólk komið saman og syngi. En það er náttúrulega kannski mikilvægt að í uppeldi og fólk fái svona tónlistilegt uppeldi og ég held að við höfum fengið það svona, vorum flesta í einhverju tónlistarnámi og pabbi spilaði mikið á píanó og ég var sendur í, svo ég tali nú mig, komið mér loksins að, þá var ég sendur í píanónám og þótti mjög efnilegur píanóleikari og með langa fingur og ég gæti jafnvel eftir á selló í leiðinni bara en ég sagði amma það, píanókennarinn minn var kendi á ömmu og amma satt alltaf fyrir utan og hlustaði og hún sagði þetta er ekki langbesti nemandinn í dag og allt en ég sá svona fyrir mér svolítið feril á tónlistarbrautinni þangað til ég var alltaf rekinn eftir 2 ár. Eins og ég segi, þá var þetta mjög strangur kennari og það kannski að því hún bjó í sama hús og ég þá tók hún eftir ég æði nú ekki mikið sko en ég mætti alltaf í tímana því ég voru hjá ömmu og ég var síðasti nemandinn og svo svona eftir 20 mínútna bras í píanótímanum þá bankaði alltaf amma og spurði má hún ekki fá smá pönnukökur og maður var að hugsa þessa tíma og ég fekk alltaf og svo ég sendur fram að því það var settur almennilegu sykur á pönnukökur í þá dag og vissi og spóði dagarna óhaldust að sykursins var ekki alveg komin í ljós þannig að amma stráði með sykuri á pönnukökurna og sykur yfir hverja lengju sem hún gerði. Hún gerði svona kannski 21 pönnukökur. Nema hvað, þarna lauk tónlistarferli mínum og kannski seinkaði Grammy-verðlaun í fjölskyldunum nokkur ár með þessu, en þau komu að lokum. Ég verð aðeins að fá þetta inn í þetta er svona stóru drafurjétt en hann var varla sestur í hljóðfæri, ég kenndi honum sko, eða átt að kenna honum, hann var rétt búinn að svona stauta sig í fyrsta takti og svo, finnurðu pönnukökur? Síðan náðist ekki samband við alltaf. Það var búið að segja mér það, ég væri svo góð, ég get ekki að hafa þetta. En
þá erum við bara vind okkur í fyrsta lag sem svona sumar Einu sinn á ágústkvöldi austur í Þingvallasveit gerðist í litlu grænni dulítið sem enginn veit nema við og nokkrir þessir og kjarni græna inn í Bolaás og Ármannsfelli fagur nótt og fannir skjaldveiðar og raunir fyrir sunnan Eyktarás þó að ævi árin hverfi út á tímans gráa rökkurveg við saman munum geyma þetta ljúfa leyndarmál landið okkar góða þú og ég. Ákváðu að næsta lagi sem svona Arnóndi Leó og það var svona í minningunni þá var það alltaf sungið svona þegar aðeins var árið á kvöld á gamlarskvöldi og það tekið vel undir í Tóndi Leó fyrra og svo lækkuðu menn aðeins röddinni seinna, það var mjög flott sko. Þannig að við skulum gera það svolítið, taka vel í fyrsta Tóndi Leónu og svo lækkuðu aðeins. Í búinu mitt. segja í lögum hefur breyst í áranna rás og nú má segja eiginlega allt gilið. Það mætti eiginlega ekki segja sveltingakóla. Ævilangt hefði ég helst vilja sofa í hlið fyrir dálítið sveltingakóla en þetta sannlega bannað í dag. Þannig að við vorum að spá í að breyta þessu og leituðum að náði hérna gervigreindarinnar. Hún kom með tillögu að væri til í að sofa við hlið hér. Saman í kjallara, það sem við slökum á. Það er sem meiningu, en það er sem svona komum sem næst.
talað um texta, þá var þá voru textar náttúrulega ýmsir og misjafnir og endilega alltaf bestu textarnir sem voru samtir í gamla daga. En pabbi vildi nú halda því fram að þetta væri nú böll og rusl sem hefði verið að semja þarna þegar ég var svona kringum 20-30 ára. Og einn texti með Sálinnas Jónsvík sem ég kannski verði eitthvað að muldra við matarborðið. Ef ég má fyrir þeim landa, skal ekki á mig standa. Pabbi sagði nú aldrei, hann sagði kannski ekki neitt en sem að leta í ljós, sko. En svo fann ég þegar á þessum tíma, þá var Haukur Mortens, hann náði aftur vinsældum þarna þegar ég var á bíóbar tímabilinu mínu, milli Dyngjus og Kríkus. Þá var ég og Hæ Mambo var mjög vinsæld, sko. Ég spurði að hvernig finnst þér hérna Hæ Mambo? Það kemur þar fyrir Hæ Mambo, yrkja skal ótal vísó, áttar lof og prísó, til okkar dala dísó. Hann sagði hann ekki þá, þannig að hann svona séð að þetta var kannski ekki alveg endilega að besta. En þá förum við sprungið nýtt lag nánast, nýjasta lagið. Nei, já, sorry. Já, fyrir þá. Núna skiptum við í strák og stelpur. Þannig að strákarnir byrja, og standa strákarnir upp, og syngja, og svo setjast þeir niður, og frýrnar standa upp og syngja. Og svona skiptist þetta, svona smá leikum líka. Ég
Já, þá er komið að nýjasta laginu hjá okkur. Það er Draumur Eurovision. Það er hérna núna. Bye.
þegar Svana hringdi í mig og bað mig að segja eitthvað fallegt. Veit ekki hvort ég get það, en við reynum. Ég á minningu, eða hún til, já, hún til orðin, en ég á minningu fyrstu kynni mína af fólkinu sem bjó í Hvassaleitti 75. Helga, stóra systir mín, hafði farið með mig út að ganga og tel ég að árið hafi verið 1970. Ég fættur 60. Við löbbuðum með brekkuna sem stundum var kölluð Læknabrekkan og efst í henni hittast þær vinkonur, Helga systir mín og Svana. En svo vildi til að Svana var einnig að viðra litla bróður sinn, hann Þór. Ég var með stóran og stæðilegan Scania Vabis í spotta, en Þór hafði með einhvern öllu minni, eflaust einhverju ómerkilegri gerð. En hann hélt því samt statt og stöðu fram að sinn bíll var í það minnsta jafnstóri ef ekki hreinlega stærri en Scania mín. Ég var stórmóðgáður yfir þessu dissi á minn bíl, en sem betur fer stóð það ekki lengi. Þórhallur jú minn elsti og besti vinur og hefur svo vinskapur haldið síðan og heldur. Ég held hreinlega að við höfum ekki þurft að kýta eða móðgast hvort við annan síðan þá. Þórhallur var enda heldur meira fyrir íþróttir en ég, svo vægt sem til orðatekið. En hann kendi mér þá það sem ég hef haldið í heiðri æ síðan og það að halda mig fram á Íslandi og Arsenal í útlöndum. Ég held, nefnir það, lífið var ekki flókið. Eftir þessi fyrstu kynni átti ég ófáar stundirnar í Hvassaleitti 75 og var þar alltaf velkominn og tekinn með í alls konar ævintýri. Ég fór til dæmis í mína fyrstu utanlandsferð með Þórhalli og foreldrum hans, Stefaníu, eða Bebbi, og Víkingi. Og það var farið til Kaupmannahafnar. Og þar var gist hjá Bente á Tagensvæði, sem ég veit þetta ekkert meira Bente, maður skýrst okkur. En fyrir ungan dreng var þetta þvílík ævintýraferð, þar sem hver merkilegri upplifunin kom á fætur annarri. Það var farið í Tívolí, siglingu síki borgarinnar, einnig í Sívalatörn, Rósenborgarhöll og gengið upp spíruna utanverða á vor Frelserskirkja. Það að segja að við víkingur fórum upp í topp, en sumir, nefningin nöfn, gjörðu loftræðslu að bráð og fleguðu sér niður og ríkhéldu í það sem handfast var. Ekki má gleyma því að siglt var yfir til Svíþjóðar og dvöldum við þær í nokkra daga í góðu yfirleiti hjá Páli, bróður Bebbiar og Soffíu konu hans, en hann starfaði þá sem læknir í Svíþjóð. Og víkingur þurfti svo að læknaraðstöfnu í Gautaborg og láð því leið okkur þangað og þar fórum við meðal annars í Líseberg. Já, svei mér það var bara allt látið þetta. Einnig voru ófáar ferðirnar í Vog, einhverju drossjunni, það var annað Rambler eða Plymouth, sem tóku endalaust bæði af fólki og farþegum. En í Vogi var nú aldeilis hægt að leika sér, það var hægt að fara að veiða á Svaninum og enda svo daginn á að borða dáleitur og eldinn í Kamínunni. Og ekki má heldur gleyma ferðunum í bankabústaðar með Álftavatn, alveg endalaus ævintýri. Oftar en ekki voru þær systur, amma Svana og Ragnheiður, eða Ranka, með í þessum innanlandsferðum. Þær voru okkur vinunum heldur betur góðar og fórum við oft sinnis í heimsókn til ömmu Svönu í Lönguhlíðina, sem pönnukökurnar voru, eða tókum þristinn út á Lynghaga til Röngu. Alltaf var talað um okkur jafningjar. Okkur gefinn allur tími í heiminum til að spá og spekulera. Og ekki má gleyma því að Ranka fór með okkur í Þjóðleikhúsið. Og sáum við bæði Kardamömmubæinn og dýrin í Hálsaskógi með þeim Bessabjarna og Árna Tryggvasyni. Og sama uppfærsla var til á grammófónplötu á mínu heimili og var hún spiluð aftur og aftur og rifjaðist á sýningi góða öðru. Kannski var það vegna þessara leiksýninga að við Þórhallur vorum alloft með einhverja teatertilburði í Hvassaleittinu. Eitt sinn var ég dömmaður sem prestur og haldinn var skírnarathöfn með sálmasöng og boðið var upp á keks og djús á eftir.
Ég skýrði hamsturinn á Stórans og raskiði pitti. Svo voru tombólur, þar sem fjölskylda og gestir, svo sem Runólfur, voru neyddir til að kaupa heimasmíðaðar hillur sem bangaðar voru saman í hitageymslunni. Reyndar sýnist mér að Þórhallur ekki left mikið síðan hillur með markað á sígandi bókahillunum í stofunni á honum í dag. Það er eins og það er. Það var margt bara alltaf sem ég sé þessari hitageymslu sem var kompa. Það var hálfgeitt ævintýraherbergi sem hægt var að fara upp gat og þá var maður komin upp í bílskúr. Bílgundur og svona. En ég þykist vita að allir sem hér eru samankomnir þekki til hversu tónlistin var alltum líkjandi í Hvassalundi 75 og þar því ekki að fara mjög ítarlega, eða tala mjög ítarlega það. En frægastar er eins og áður var hans minnst á áramótaveisslurnar þar sem húsið var opnað fyrir öllum. Boðið var upp á mjög sterka bollu og síðast en ekki síst var flygill heimilisins steiktir kostana og leikið undir almennan söng. Ekki var það þó heldur treystur undirleik, en ég held að hans eini nemandi við Svana Víkingsdóttir hefur gefist upp á að skella á sig að því sem gefur hennar. Einu sinni komum við heim úr skólanum hádegisbil og þá tók Bebbi á móti okkur sönglandi eins og hún var svo oft. Henni þótti rétt að kenna á okkur dansspor og gerði mig að dansherra sín og söng. Ég og Bómsa Daisy, la-la-la-la-la-la. Ekki þarf að spyrja því að Þórhallur lá í gólfinu og organdi að hlátri yfir þessum tilfæringum, en ég kann dansinn þetta. Síðan er liðið langur tími og margt hefur gerst og margt hefur breyst, en það sem við erum komin hér til að syngja saman en ekki hlusta á mig bladra, læti hér staðanum. Ég vil að lokum þakka þennan góða vinskap sem fólkið í Hvassalundi 75 og allir þeirra fylgifiskar hafa sýnt mér alla tíð. Hann er ómetanlegur. Takk. Texta sem kom eiginlega inn í þessa fjölskyldu með Guðrúnu Ögmundsdóttur, svona tengist svolítið við hana í okkar huga. Þannig að völdum okkur aftur.
komið að litlu fluguna, Susan. Einn svona kannski saga pappa sem tekist kannski neitt söng sko, en hérna það söngið á píanó og ég man að bróðir hans var svo mikill söngmaður og vel undir litlu flugunni og svo Dagný og hérna ég tengi þessi lög svolítið við þá bræður en ég var að tala áðan þegar pabbi var svona líka ekki eitthvað svona og lét aðeins heyra svona í vörunum bara og það var einmitt þegar hann horfði á Derrick Íslands vitleysa og hérna þegar Derrick leysti hverja gáðina eftir annari og hérna hann farði með því að taka glæfumennina á sálfræðinni en hann horfði samt á alla þættina sko. Hann var alltaf mættur í stólinn sko. Og spurning dagsins, á hvaða dögum var Derrick? Þriðjudögum. Bingo! Bingo í sal! Síðasta lagi við uppklæppi. Við erum með fjölskyldunni söngkonu, má segja, sem ætlar að hefja söng, syngja þetta lag á móðurmáli sínu og síðan í framhaldinu þá tökum við undir á okkar íþýru. Ekki á rússnesku, nei. Móðurmálið er Слышь,
tíminn í orðinu. Það er ekki gott. Jú, þetta átti að vera svona aukalag. Nei, þetta er svo ekki til að hætta. Við erum svona meiri hlutin allavega ákveðum aldrei held ég að við erum að fann, maður er orðin svo meðvitaður tíma. Hvernig tíminn er virkur einhvern veginn. Er texti eða ég er svona eins og blöð ef að þið getur verið saman við vorum að síma textin er svo fallegur að það er fyrir að sína fleiri blöð Við erum að gera þetta svo lengi, við byrjum að gera þetta launga og maður þetta að kúla þetta í síman. Þetta er þannig týnist tíminn. Textin er svo magnaður að maður verður eiginlega til að fá eitthvað út úr þessu lagi verður maður eiginlega að syngja einasta orð.
samsöng og takk mín kæra fjölskylda, næstum hálfar aldar. Og þið sem að sjá þetta einhvern tímann, það var einhver vesen með streymið en það lítur að koma. Nú afmælisdagurinn bara hálfnaður, 2 viðburðir búnir og 2 eftir. Og eftir 55 mínútur byrjar þetta afmælispartí og allir velkomnir þangað ef þið viljið tóka við og hanga í húsinu áfram. En bara yfirlega þannig, eftir hálfa mánuði að 3 vikur verður næsti, 22. febrúar með minna sér Harpa Þorvaldsdóttir og then we go on and on. Bara njótum saman.